Uppskrift að góðum degi unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. Eimur.is Samkomubrúin dregur nafn sitt af samkomuhúsinu á Akureyri. Samkomuhúsið setur sterkan svip á bæinn og sömu sögu má segja brúna sem þegar orðið eitt af kennileitunum í bænum. Hérna mætast í gamli og nýi tíminn ef svo má segja. Félagskap á fallegum degi í göngutúr bæinn gleymir maður alveg frostinu og kuldanum sem úti. Já, eða svona næstu því. Mér finnst magnað að hafa búið á Akureyri alla ævi og aldrei gengið þessa gönguleið. En svona víst lífið, maður alltaf að uppgötva eitthvað nýtt. Herru, hérna hann. Smá sko. Ég settist á stein sem stóð upp úr ylmandi grasinu og gaf tilfinningum mínum og hugsunum lausan tauminn. Þegar við röltum hérna inn bæinn á Akureyri fórum við fram hjá Nonnahúsi. Nonni Jón Sveinsson var fæddur 1857 og datt í hug að koma hérna upp að Nonnasteini en hingað kom hann aðeins 12 ára gamall þegar hann bauðst að fara út í nám til Frakklands. Kom hann hér, settist á þennan stein, horfði út fjörðinn og tók þessa miklu ákvörðun. Nú erum við bara frosinn. Sólin farin að gæla við þá hugmynd að setjast þegar við höldum á stað frá Akureyri. Þá erum við komin á Dalvík og hér gríðarleg skíðamenning. Ég búinn að mæla mig mót við hann Jökul Arctic Heli-skíing hérna Gísli Eiríkur Helgi. Það hefur verið mjög öflugt starf í skíðafélagi Dalvíkur áratugaskeið og við erum náttúrulega með einstakt skíðasvæði hérna því leytinu til að það rétt við bæjarmörkin og aðstæður náttúrulega mjög góðar til skíðaiðkunar og barna- og unglingastarfi hérna hefur verið gríðarlega öflugt öll þessi ár og kannski til marks það og tala að eins og til dæmis á Andrésarleikunum að þá eru oft á tíðum jafnmörg börn frá Dalvík á Andrésarleikunum eins og frá Akureyri. Við byrjuðum með hópa hérna í kringum 2000 fyrst. Og fyrstu svona 8 árin þá voru þetta eingöngu fjallaskíðahópar sem voru að koma hérna, sérstaklega útlendingar. Og starfsemin svona byggðist upp í kringum það á Klengsóli í Skíðadal þar sem við erum með okkar aðalbækistöð sem sem sagt bóndabær sem að forfeður mínir bjuggu á og ég ólst upp á. Svo 2008, svona korteri fyrir hrun, þá byrjuðum við með þessar þyrlu skíðaferðir. Og þær hafa náttúrulega verið í gangi alla tíð síðan. En þetta að hoppa úr þyrlunni, hvernig tilfinning þetta? Já, það kannski svona algengur misskilningur með þyrluskíðuna. Fólk heldur að það að stökkva á þyrlunni en þetta í raun og veru afskaplega svona mennlaust. Það að segja þyrlan, hún flytur skíðafólki bara upp á fjallið og það bara lent og þar fer fólk frá borði og svo fer þyrlan niður og menn skíða niður og svo framvegis. Þannig að þetta ekki eitthvað sem bara á hæfi einhverja ofurhetja eða brjálæðinga. Þetta fólk á öllum aldri og ég held að yngsta manneskjan sem hefur komið í þyrluskíðaferð með okkur 7 ára og svo elsta 86 ára. Þannig að þetta alveg fyrir alla. En í raun og veru virkar þyrlan bara eins og skíðalyfta og yfir daginn eru menn kannski að skíða
í 8 til 15 ferðir. Þannig að það er farið á 8 til 15 fjallstinda á hverjum degi og fólk skíðað niður. Stærstur hluti fjallendisins hérna á Tröllaskaga og handan Eyjafjarðar líka er í raun og veru óaðgengilegur svona með auðveldu móti í dagsferð, getum við sagt, eins og fyrir fólk á fjallaskíðum. Þannig að þeir sem eru að koma á fjallaskíði, þeir eru helst kannski að skíða hérna þar sem að þjóðvegurinn liggur meðfram fjöllunum. En með þyrlunni þá náttúrulega opnast í raun og veru allt þetta svæði hérna inn á Tröllaskaganum sem er óaðgengilegt svona undir venjulegum kringumstæðum. Þannig að það má eiginlega segja að það sé kannski kringum 80% öllum fjöllunum hérna sem eru ekki auðveldlega aðgengileg sem að þá opnast með tilkomu þyrlunnar. Ég skil vel okkur þetta er kölluð félagsmiðstöðin hjá skíðafólki þegar það búið að vera í brekkunum, koma hingað í fiskisúpu en nú ekki ónýtt. En núna ætlum við að halda áfram, það eru dimmt úti, klukkan samt ekki margt, næsta stopp Siglufjörður. Á Siglufirði er Fríða súkkulaðikaffihús. Eftir alla útiveruna í kuldanum erum við alveg komin í gírinn fyrir heitt súkkulaði og jafnvel 1 eða 2 súkkulaðimóla með því. Hæ. Hæ. Hvað segirðu Fríða? Þetta hérna var einu sinni að gallerí en núna er þetta súkkulaðikaffihús líka. Já. Hvernig var það til? Það var hugmynd frá bóndanum sem kom upp þegar ég misti vinnuna í bankanum 2015. Hann gat ekki hugsað sér til þess að ég væri ein heima á nagandi hann í öxlina ef við verðum að gera eitthvað. Þannig að honum datt í huga að sameina áhugamálin mín að mála myndir og búa til súkkulaði og bæta við góðan bolla af kaffi. Og þetta er niðurstaðan. Já. Hefur einhver tíma til þess að mála núna meðan þú ert í þessu öllu saman? Því miður. Þannig að sköpunarkrafturinn, hann fer allur í súkkulaði þessa dagana? Já, þessa dagana. Og hverju ertu að reyna að ná fram þegar þú ert að búa til nýjan súkkulaðimóla? Hvernig sækirðu innblástur í það? Já, það er aldrei eins. Það er bara eitthvað sem mér finnst gott, eitthvað áhugavert, eitthvað svona sem skilur eftir. Eitthvað svona með pínu úmf. Já. Og jafnvel sumir kannski bara tiltætt í ískapinu sem að verður til þess að... Já. Alveg til dæmi. En hérna á vegginu, þetta er allt saman myndir eftir þig? Já. Og svo er allt út í dagblöðum, þannig að maður þarf ekki að leita langt eftir lesefni. Nei, hvorki hér niður inn á klósetti, það er allstaðar lesefni. Af hverju dagblöð? Ég vann lengi með þetta á myndum, á striga og svo á húsgögnum. En súkkulaðimólarnir, með hverju mælirðu? Ertu dökka típan eða ljósa típan? Ég hugsi sér dökka típan. Annarkoð chili eða bjór. Já, chili hljómar mjög vel. Ég hugsi fáum það og við erum að ferðast núna svona vetri til og vera svolítið kalt í dag. Áttu heitt súkkulaði handa okkur líka? Ekki málið. Æðislegt. Fáið 3. Já. Dagur að kveldi kominn. Með heita súkkulaði frá Fríðu höldum við í fallega kvöldgöngu Siglufjörð. Það er komið myrkur úti en ljós húsanna lýsa okkur leiðin áfram. Sigló hótel
Þar ætlum við að enda þennan góðan dag. Við innrítum okkur, spörkum á okkur skónum og komum okkur fyrir hvert í sínu herbyggi áður við höldum að staðinn í kvöldmatinn. Það alltaf ljúfsárt að kveðja góðan dag, en það væri nú líklega ekkert svo góður ef hann tæki aldrei enda. Ég held allavega að maður í þá fljótt þreyttur á því. Það þarf líka að kunna slappa af og hvíla sig. Það einmitt það sem við ætlum að gera núna og kíkjum því saman í heita pottinn fyrir utan hótelið. Hér gerum við upp ævintýri dagsins. Uppskrift að góðum degi er unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir eru okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. eimur.is